Já, kannski líka hérna, ég setti svona ítarefni ef þið viljið skoða aðeins nánar það sem við erum að fara yfir. Hérna nánar event loopuna, alveg afskaplega góður fyrirlestur það hvernig event loopan virkar. Hérna síðan nokkur smá samansafn af því þegar fólk að bölva NPM út af þetta gerist. Þetta líka skemmtilegt sem gerist núna jólin. Það til pakki sem frá Ali Design eða sem hérna Alibaba fyrirtæki sem með AliExpress bjóð til NPM pakka sem með svona design elementum sem getur búið til svona lítur vel út. En þeir ákváðu líka að ákváðu einhver að setja inn Easter egg. Þannig að 25. desember þá fóru allir takkarnir að vera með svona snjó að öllum takkum. Það var eitthvað svona að þú hófrar yfir ákveðu og kom svona hó hó hó. Og svo keyrði þetta núna 25. desember og þá fór að hrannast inn fleiri hundruð ticketa á hérna, pakkanum. Þar sem fólk var bara eitthvað, af hverju þetta í production? Af hverju snjór á öllum tökkunum mínum? Og fólk var ekki kátt og það var svolítið eitthvað fólk rekið út af þessu. Bókstaflega rekið út af því að það var að fara að snjóa einhverju takka á einum degi á einhverjum alvarlegum financial vefingstör út í heimi. Þannig að þetta þú veist, það er alltaf ekki séns að einhver fara að aðtuga bara að lesa yfir allan kóðan eða eitthvað Easter egg sem triggerar hérna 21. desember, ok, þá getur notað þennan pakka. En þetta er svona áhugaverð lesning, en verkefnið aftur á því. Ég setti þetta inn svona kynningu á því hérna, en sem að snýst aðalega það, er að sjá þennan mun á því að búa til vef sem er bara rendur á client-side með einhverju JavaScript kóða, sem það sem við vorum að gera í hópverkefni 2, bæði núna 2018 og 2017, að þá var eitthvað, hérna, einhver virkni hér sem að birta upp einhvern vef með einhverju útliti og útlitið hérna og las þetta úr einhverju JSON-skjali. Núna viljum við fá nákvæmlega sömu virkni og hérna fyrir utan þess að filtera hér og það að geta einhvern veginn klára fyrirlistar sem voru svona checkmark hérna. Að geta gert þetta með server-side rendering, með að láta serverinn okkar skrifa út actual HTML. Þannig að ef við sækjum þetta verkefni hérna, sýnilistina hérna, þá get ég sótt hana hérna á GitHub. Ég ger þetta í hinni yfirlitinu sem ég gerði. Þá get ég sé hvernig ég sæki þetta verkefni. Ég set það upp, ég læt það keyra á vélina hjá mér og hvernig ég síðan gerir view source og þá sourceinn bara body með engu inni eða einhver einu HTML elementi. Síðan allt útlitið búið til af klientnum. Það sem við viljum gera núna að búa allt útlitið til á servernum og senda allt HTML-ið yfir. Þið þurfum ekki að skrifa CSS, ykkur frjálst að nota það CSS sem búið til hér, en þá þurfum við reyndar að keyra upp verkefnið og sækja compilaða CSS, eða hérna erum við að nota SAS, við þurfum að sækja compilaða CSS sem verður til þessu hérna. Þegar megin nota það, þá þurfum við að taka það CSS, sem verður það bara eitthvað style.css, kopía það bara og setja yfir í möppu sem þið eruð að servera út með static middleware-unu úr Express og þá getið þið vísað í /style CSS og þá fáið þið styles og þá þurfum við ekki að spá í því. En síðan ætla ég að lesa upp úr þessu hérna lectures.json skjali alla þessa fyrirlestra og fyrir hvert fyrirlestur að vinna úr þessu hérna contenti. Og þess að geta unnið úr þessu hérna contenti þá getum við notað virknina hérna sem hér sem verið að kalla hérna sem býr til contentið en við getum gert það og þá þurfum við aðeins að vinna með það hvernig búum við til það HTML hvernig getum við nota classlist eða create document create element á servernum við erum ekki með þetta window til að vinna með þar en þá til náttúrulega pakki sem heitir JSDOM hérna sem leyfir okkur að búa til hérna HTML á bakendunum eins og sem að búa til á framöndanum. Hérna dæmi sem ég setti saman. Við getum sé hvernig við gerum þetta hér. En hérna erum við með einhvern server sem bara kallið document create element og gera eitthvað ákveðið hérna og skila síðan einhverjum HTML hlut og skila síðan actual HTML strengnum. En þetta það sem að serverinn okkar vill gera. Hann vill nota þá þessa virkni sem til staðar hér
sem hérna fyrir quote, þá ætlum við að búa til element sem P með data, með klass sem heitir item quote og það fær síðan quoteið hérna, data, það fyrir hér attribute, það fyrir hérna í annað sem heitir annað P sem fær item attribute, svo býr til eitthvað block quote sem býr til element með þessu hjálparfallið hérna ofan, sem býr til block quote elementið með þessu text elementi og attributinu sem börnum og skila síðan því itemi og item hérna uppi segir búið til eitthvað div með einhverju data hérna inn í sem að setur classlist item content eða eitthvað item type hérna. Þannig að þetta er svona smá spæjar að vinna að sjá hvernig þetta er að virka hér og þið getið gert það með því að láta þetta keyra og skoða og gert breytingar hérna fyrir við að rifja hans upp vegforritinu ef við vorum ekki að vinna þetta verkefni núna fyrir jól. Þetta er aðeins öðruvísi sem við vorum að gera 2017. Við vorum að notuðum hérna rollup til þess að geta nota þennan hérna syntax. En það er fyrsta skrefið. Byrjaði að fá þetta hérna project til að keyra og sjá hvernig þetta HTML verður til. Sækja CSS-ið, búa til app.js í eitthvað lust, láta það keyra með þessu styles, búa til EJS templateinn, birta einhvern header og einhvern footer sem þið getið sótt úr þessu hérna. Þannig hérna er headerinn fyrir fyrirlestur, hérna er header fyrir forsíðuna og footer, þannig að þá getið notað þetta sama. Þið þurfið ekki að nota þetta hérna, af því að við þurfum ekki að fá þessa filtervirkni og síðan í staðinn fyrir það að vera með þetta tóma div hérna, þá viljið þið á serverinn ykkar spýti inn hérna einhverju virkni í gegnum EJS template sem býr til allt þetta út frá þessum lectures JSON hérna. Og þetta er svolítið erfitt kannski að byrja á þessu verkefni, en það er bara að byrja og gera þetta sem ég var að tala um, gera þessu nokkru hluti og síðan að fara að prófa sig áfram með það bara að birta eitthvað hann inni, birta eitthvað, geta lesið upp lectures JSON skjalið, geta byrt þennan lista, geta ítrað í gegnum þessi stök sem eru hér í lectures, þetta eru fylki af objektum, geta byrt út titlana, þá er þetta búið til þessa yfirlitssíðu og svo þegar við búin að búa til yfirlitssíðuna að geta síðan lesið upp þessu contenti hérna. En verið óhrætt við að spurja mig, bara getur spurt mig persónulega, spurt mig á Slack eða spurt á rásinni á Slack og síðan mætt í dæmitíma til þess að skoða hvort það sem þið eru með make sense eða hvort þið að fara ykkur aðra átt og fá bara hjálp hjá dæmitíma.